að færa mig sem sagt úr skýinu inn í fyrirtækin. Hvað erum við að gera, við sem erum að vinna með þessi skjöl sem þarf til þess að halda til með svona kynningar eins og núna. Og kannski það sem við vorum að hugsa þegar við fórum á stað með þetta var að það svolítið að aukast áherslan á að halda betur utan efni sem við eigum. Við sáum í fyrsta fyrirlestrinum að það verið að taka saman alls konar upplýsingar til þess að greina gögnin og svo framvegis, en við þurfum þá að eiga þau og við þurfum að passa upp á þau og það gildir alveg sama þá skjöl og slíka hluti og vel að merkja póstandinn okkar og það eru skjöl. Þetta eru hlutir sem við notum til þess að taka ákvarðanir og verðum að eiga. Ég ætla að hafa rétt að renna yfir nokkra punkta. Það sem ég ætla hins vegar að gera, ég ætla ekki að hafa glærur. Ég ætla að skipta bara yfir og sýna ykkur aðeins, bara svona dæmigert umhverfi. Og það sem ég ætla svona aðeins að snerta bara þetta hefðbundna sem við erum að rekast á alltaf. Ég með skjalið mitt og yfirstjórnin sagði ég ætti að koma sér fyrir á góðum stað í skjalakerfinu. Hvernig ger ég það, hvernig stofna ég ný skjöl og svo framvegis og síðan ekki síst hvernig tekið þátt í umræðu, hvernig fylgist ég með því sem að gera. Og ég verð að segja ykkur það að það sem við erum búin að vera að sjá með og þetta tíst og slíkt sem ég var að fylgjast með áðan, það heilmikið tíst í gangi fyrir þessa ráðstefnu, að þetta erum við farin að gera fyrir skjölin líka. Við tökum þátt í umræðu í kringum skjölin með að skrifa á vegg skjalsins. Við fylgjumst með tögum eða hastögum fyrir skjölin, fyrir það efni innan fyrirtækin sem við höfum áhuga á. Þannig að þetta alltaf að koma inn í fyrirtækin líka. Sjáum hvað við höfum tíma til þess að sýna ykkur. Það sem ég ætlaði bara að koma þetta bara skjáborðið mitt, þetta skjalið sem ég að vinna í. Og ef við byrjum bara núna aðeins framar, ég ætla bara að stofna nýtt skjal og mér sagt að það eigi að vera í skjalakerfinu. Ég get bara farið fundið mín sniðmát og svo framvegis, en ef ég smelli hér, þá tengi ég mig við skjalakerfið og nú ég tengdur sem sagt inn á innri net, nú ég á innra skýi Advania, þar sem ég á innra neti Advania. Og hér get ég valið sniðmátið. Þetta rauninni kemur upp PowerPoint vegna þess að ég að vinna í PowerPoint. Ef ég væri að gera þetta sama í Word, sjáu þið, þá get ég valið að tengja mig ofan á tiltekið skjalasafn í skjalakerfinu og þá koma tilbúin sniðmát, svona átt að vera, en það að koma frá skjalakerfinu. Nú ég búinn að vinna skjalið, búinn að skrifa það sem ég ætla að sýna ykkur. Þetta sem plan B sem ég á ef tæknin virkar ekki, en ég þarf að vista þetta. Og til þess að vera vissum að vista þetta á réttan stað, að þá vistum við þetta niður, en við viljum að það fari beint inn í skjalakerfið. Ég stofna þetta bara upp úr skjalakerfinu og ég vil geta vista þetta beint ofan í skjalakerfið og jafnvel farið þá mismundi stað þar ef við erum með þetta sett upp mismundi. Þannig að þá get ég valið það. Ég ætla að sýna ykkur líka að frá stýrikerfinu, sjáu þið, nú opnaði ég Windows Explorer og þá hef ég skjalakerfið. Skjalakerfið heitir SharePoint og ég get þá farið þessa leið inn í skjalakerfið. Nú sjáu þessi gluggi kemur upp, að ég get farið og vistað skjalið veit hvert það á að fara. Þetta seifarsglugginn sem komið upp og ég að vista það beint inn í skjalakerfið. Og þá reynum við náttúrulega að stilla þessu þannig upp að lýsigögn og slíkt sem þarf til að hafa formlega skjölun á þessu. Að það sé fyllt út og það helst reynum að gera þetta þannig að þetta sé sjálfvirkt. Þannig að lýsigögnin sem eru tekin koma sjálfvirkt. Ef við ætlum bara að opna skjal, nú þarf ég bara að finna skjal, þá get ég farið þessa leið bara inn í, nú ég að opna skjalkerfið í sama skjalasafni ég var undir kynningar og get þá vista haustráðstefnur. Og ef ég seti þetta á réttan stað, þá merkist þetta á réttan hátt, þannig við getum síðan leitað eftir ákveðnum tögum, ákveðnu efni og svo framvegis. Ákveðnum skjalalykli og slíkum hlutum. Bara sýna ykkur, við getum gert þetta frá stýrikerfinu beint eða beint innan úr þeim forritum sem við erum að vinna með. Þannig að þetta sjálfs allt gott og gilt. Og ef ég hins vegar nú í tólinu sem kannski mest notað af öllum, Outlook, allavega í mínu umhverfi, þá ég að nota það gríðarlega mikið og þetta bara vinnuumhverfið mitt, þannig ég sýna ykkur þetta svona þröngt póstana mína. En við erum líka með skjölin beint hér inni, sjáu þið, haustráðstefnur, þetta skjölin þarna niður í kerfinu, þetta komið bara inn í þau tól og tæki sem ég að vinna með dagstaglega. Ég get tekið póstana sem ég að fá dregið þá yfir og vista þá inn í kerfið
og öfugt. Ef ég stofna póst, þá get ég dregið póstinn eða skjalið úr skjalakerfinu beint inn í póstinn og sent hann. Og af hverju erum við að sýna okkur að fara þessa leið? Jú, það er vegna þess að þessi krafa hefur, þetta er ekkert nýtt að menn þurfa að vera með formleg skjalakerfi og gera hlutina svolítið vel og skipulega. Ég reikna með að á mjög mörgum stöðum hjá ykkur hafi þetta verið reynt að setja upp svona formleg kerfi. Það er ansi oft að klikka, og af hverju er það að klikka? Jú, vegna þess að það er bara svo fjandi erfitt að nota þetta. Það verður svo klunnalegt, það þarf að vista skjali hér, svo þurfum við að draga þau upp og fylla út heljarinnar form til þess að það lendir rétt inn. Og þetta er svolítið svona eins og með öryggismálin, ef það er hægt að fara einhvers staðar, ef það er hægt að svindla eitthvað eða gera eitthvað, þá gera menn það. Þannig að þá er svona nálgunin sem við erum svolítið að reyna að fá fólk til þess að taka þar að reynum þá að gera þetta svona einfalt, reynum að hafa þetta bara þessi partur af þessum tólum og tækjum sem við erum að nota dagsdaglega. En hérna er ég sem sagt búinn að draga og flytja skjölin á milli, en ég þarf kannski líka að geta aðeins fylgst með hvað er í gangi. Og þá förum við svolítið að nýta okkur þessi atriði að tengja okkur, og þetta er alveg lifandi gögn, grænu ljósin þarna þýða þessi menn eru sitja við tölvunum sín í dag. Og hérna, þetta er annað tól sem ég er með 2 tengt hérna til þess að tala við SharePoint. Birgir situr semst við tölvuna og hann setti skjal inn í skjalakerfi sem ég hef áhuga að fylgjast með. Þannig að það sem við gerum er að við segjum ég er að vinna með í þessum hópi eða í þessu verkefni og vil fylgjast með því sem er að gerast þar. Ég vil ekki þurfa að fá einhverja tölvupóst, það er nóg af þeim í dag til þess að segja mér bara, hei Sigvaldi, ég er búinn að rýna skjalið. Ég vil bara geta séð þetta hjá mér koma inn. Og af hverju ætti þetta að vera auðvelt? Jú, þetta er nákvæmlega það sem við erum að sjá fólk gera, kannski ekki ennþá mikið í vinnunni, en þegar það kemur heim og er á Facebook og Twitter og LinkedIn og öllum þessum tækjum og tólum, að þá erum við svolítið bara að láta upplýsingarnar koma til okkar. Og það eigum við náttúrulega að gera líka þó þetta heiti formlegt kerfi innan hús í fyrirtækinu. Þetta er alveg komið, við getum alveg gert þetta. Og hér er ég semst búinn að stilla upp nokkrum skjalasöfnum sem eru áhugasöfnum mér, þar sem ég vil fylgjast með því sem gerist. Og ég sé hérna hvaða skjöl er að koma inn, ég get smellt á einstaklingana, ég get líka sagt, heyrðu, já, hvað voru þeir að gera með þetta skjal hérna? Og þá förum við, og nú er sem sagt átlokið mitt að tala við skjalakerfið og opna þennan tiltekna stað og hérna sýni mér skjalið og sýni mér hvað er búið að vera að gera við þetta skjal. Og hérna það sem að við fáum þá út úr því, ég hef átt að vera búinn að tengja þetta svona nokkuð sinnum til þess að vera búinn að keyra upp virtual partana, en það sem við fáum þá er að ég get fylgst með því sem er að gerast. Ég er komin hérna inn í þetta svæði í skjalasafninu, skjalakerfinu, sem að ég þurfti ekkert endilega að hafa ágjör að vita hvar er. Ég er bara búinn fyrirfram að segja ég hef áhuga á þessu skjali og ég fæ hérna upplýsingar hérna hverju var breytt þegar skjölin voru skráð inn. Og þarna er náttúrulega útgáfustýring og allt saman í gangi, og lýsigagna, merkingar og svo framvegis. Þannig að þetta er allt saman, þetta er þarna inni. Og þá sjáum við að nú er semst verið að tala við samfélagsmiðil SharePoint til þess að fá upplýsingar þennan starfsmann. En ég er komin upp með upplýsingar skjalið, þarna er skjalið, ég get opnað það, þið sjáu það tjekkað út, það er verið að vinna í því greinilega, en hérna sé ég hverju þeir voru að breyta í þessu skjali og hvenær. Þetta er allt saman bara, ég hef ekkert farið ennþá, þið sjáu ég er ekkert ennþá búinn að fara neitt inn í sjálft skjalakerfi. Það er hins vegar með svona viðmót og hérna vefviðmót, en þau sá að það flestum til ég nota nú og þekki nú SharePoint mjög vel, mitt aðalfag að vinna við það, en ég er að nota hina nálgunina miklu meira. En það sem er kannski líka atriði ef við erum að leita skjölum, hvernig finnum við skjölin sem að ég hef unnið í eða hinir, að þá er ég að sýna ykkur hérna svona tiltölulega dæmigerðan vef eða svæði, vinnusvæði, hóps. Þetta getur verið verkefni sem við erum að vinna í, að undirbúa þessar ráðstefnur til eitthvað slíkt. Og þá erum við að setja þetta svolítið upp þannig að ég þarf ekki að fara að grafa í, eins og ég var að gera í gegnum stýrikerfi, grafa ofan í einhverja möppur og svoleiðis. Miklu einfaldara að fá skjölin sem við erum að vinna í. Þessi á nýlega breytt skjöl, þau eru hér, skjöl sem ég hef breytt nýlega, þau eru hér. Og svo höldum við áfram, ef ég er búinn að senda eitthvað í rýni, notum innbyggða rýniferla og svo framvegis, þá sé ég hérna hvað er í rýni og ég get síðan séð ef ég þarf að tala við Birgi eitthvað slíkt, það gera það rétt á eftir, að þá get ég senda honum póst og get gert þetta allt saman beint úr kerfinu. Þannig að
í langflestum tilfellum með því að stilla þessu sæmilega upp svona og skipulega, að þá erum við með svona það sem við erum að vinna mest í, það er bara þarna hjá okkur. Ef að við þurfum að fara að leita eitthvað víðar en þetta, að þá getum við sagt bara að ég ætla að leita annars staðar og nú ætla ég bara að leita að einhverju hugtaki sem ég kann aðeins í líka. Og nú er ég bara að spyrja allt heila skjalakerfið og jafnvel ytri kerfi líka, fjárhagskerfi og svo framvegis. Við getum útvíkka leitina. Mjög algengt er að við erum að leita í gömlu fældrjónum, við erum að leita í innri nettónum og svo framvegis. Allt saman kemur þá fram hérna í þessari sömu leit. Og við erum líka að leita í þekkingu starfsmanna, því sjáum að þarna eru nokkrir starfsmenn, 3 af hugsanlega fleirum sem að hafa sagst kunna eitthvað í Excel og það megi spyrja þá Excel í fyrirtækinu. Og ég sjá þetta er svona hefðbundið hérna, ég get þrengt mig niður á skjalalykilinn, ég get þrengt mig niður á deildir sem eiga þessi skjöl og svo framvegis. Þannig að þarna er leitin svona, þannig en eins og ég var að segja ykkur, í langflestum tilfellum með að stilla þessu vel upp og setja skjölin svona skipulega niður, lýsigagna merkja þau, að þá getum við haft þau svona nokkurn veginn á réttum stað. En nú ætla ég aðeins að sýna ykkur annað. Nú er ég búinn að sjá það að Birgir, sem er minn yfirmaður, ég þarf að fá smá aðstoð frá honum og þá ætla ég að sýna ykkur aðeins annað tæki sem heitir Link. Það var litli glugginn sem opnaðist þarna alls staðar áðan, þið sjáu þetta er sami glugginn hérna og ég ætla nú að heyra í honum aðeins. Þetta er laus og ef svo þá ætla ég hringi í hann. Hafi ég tengt þetta hérna rétt og mjúta af hérna. Þannig að þetta þarf að vera svona líka. Ég bý hérna á Akureyri, ég vinn hérna en allir mínir samstarfsmenn og nánast allir mínir viðskiptavinir eru fyrir sunnan. Það á ekki skipta máli, ég geta tekið bara upp spjallið svona. Hæ. Blessaður. Þú ert núna komin í salinn. Og við erum mjög mikið að gera þetta, þið sjáu að þetta er ekki flókið, þetta er bara 1, 2 og 3 upp með símtali, ég gæti gert þetta með skjalið mitt fyrir fram mig, ég get bara opnað á þá, hringt í Birgi, fengið vídeo og Birgir, þú ætlar að sýna mér eitthvað, er ekki? Já, ég ætla að deila skjánum þínum til mín og ég þarf að samþykja það, hann má ekki ryðjast inn á mig en hann getur deilt skjánum, ég get gert þetta til hans og við getum verið með miklu fleiri og erum mjög oft með margra punkta fundi svona. Og hann getur leyft mér að taka yfir og ég geta unnið með honum. Þannig að þarna erum við að fá upp skjáinn í deilingu og þurfum kannski ekki að eyða miklum tíma í það en sjáu allavega hvað þetta er einfalt að ég er að vinna í skjalakerfinu eða inn í Word eða hvar sem er og ég segi nú þarf ég aðstoð og poppa upp glugganum hérna hjá Birgi. Það er svolítið hægvirt hérna á skjánum hjá okkur núna, Birgir, í deilingunni. Viltu fá kontról á þessu eða? Já, gefðu mér aðeins, þannig að sjáu hérna. Og þá sjáu að hann getur leyft mér að taka yfir skjáin sinn, þannig að, er það komið? Ja. Okay, þannig að ég get þá smellt á skjáin hans og unnið í hans gögnum. Og þetta erum við svolítið að nota ef að ég er alltaf mikið að sýna hvernig þetta hitt er gert í SharePoint. Og þarna er það sem við erum að sýna ykkur hérna er rauninni þessar upplýsingar starfsmennina. Þetta er svolítið smátt, Birgir, þannig að þú ert með smiklu upplýsnarskjánum með þér. Þannig ég heldur bara að láta þetta döðu bíli. Takk fyrir, þetta er ágætt. Já, ok. Þannig að að ég ætla bara að leggja á núna. En þið sjáu þessum aðalpunkturinn var þessi að það að vera að vinna í hvort sem það var í skjalakerfinu eða bara setjum það hérna upp aftur að þá er ég með einhvern glugga hérna, Sigurðara og ég get gert það nákvæmlega sama hérna. Ég get hringt í símann hans eða svo framvegis eða sett upp spjall úr spjallinu, opna vídeo. Þannig að þetta er svona umhverfi sem bara við erum með og erum við að vinna í og virkar ljómandi vel. Laust ennþá. Þannig að það sem ég ætla kannski þá aðeins núna svona rétt í lokin að sýna ykkur er að ég sagði ykkur að öll skjöl og slíkt væri með sinn ég veit ekki hvort ég sá að það var svo smátt þetta sem kom frá honum Birgi en neðst á síðun hans var veggurinn hans þannig að við erum komið með inn í kerfinu okkar skjalakerfin og þá erum við komið með þessar upplýsingar að við getum skrifað vegg starfsmanna og svo framvegis og við getum líka
Og eitt sem ég að gera mjög mikið, nú ætla ég að opna hérna allt annan browser, ég að opna Chrome með einhverja síðu út í bæ, að ég get opna hérna glugga, að mér langar að setja svona tag, ég vil sem sagt merkja þetta skjal hérna, þessa grein sem að koma hérna, ég að lesa, ég að fylgjast með Twitterinu mínu og það kemur einhver sem segir, heyrðu, snilda grein. Ég opna greinina og ég opna gluggan og fylli út, hérna, sjáu þið, og kemur upp gluggi. Hérna get ég byrjað að skrifa, heyrðu, já, þetta snilda grein SharePoint. Þannig að, hérna, og það sem ég rauninni að gera að ég að lýsi gagnamerkja til þess að geta síðan sett follow, eins og við erum að gera á Vorak, hashtagið Vorak, þá vil ég geta followað á SharePoint. Þannig að ef einhver í kerfinu, einhver í starfsmaður í fyrirtækinu setur inn eitthvað efni, hvort sem það er innan hús, eða byrjar að skrifa eitthvað hér, SharePoint, hérna, það var ekki rétt, og svona, þá er ég búinn að merkja það. Ég get líka farið og skrifað á vegginn hjá þessari síðu. Ég þekki þetta alveg, þið eruð að læka og svona. Ég bara, í staðan fyrir að segja bara like, þá er ég að skrifa fullkomnari kóða heldur en like it. Ég er að setja tagið. Og ég get skrifa líka comment, nótur. Og hvernig notum við þetta síðan? Hérna er skjalakerfið mitt, ég get merkt skjal, sjáu það, hérna er að horfa á þetta skjal hérna, upp í horninu, hérna megin er like it, tags and notes, sami glugginn. Og ef ég síðan bara rétt í lokin, ég er alveg verið búinn, að þá ætla ég að sýna ykkur að ef ég fer inn á prófílinn minn, ég þekki prófíl í SharePoint, prófíl í LinkedIn, prófíl öllum þessum kerfum, við erum með það hér líka, þar er ég með filter fyrir hérna, sjáðu, ég er í mjög lifandi umhverfi, það er kvartir hinn og þessu sem ég hef ekki staðið mig að laga. Hérna er ég bara komin inn á prófílinn minn, alls konar upplýsingar, hvað ég hef verið að gera og merkja og svo framvegis, veggur minn hérna neðst, en hérna er tags and notes og þá get ég farið hér inn og filterað. Og þetta er raunin það sem við erum að segja, þessi samfélagsmiðlar, þetta sem fólk er að gera út í bæ, látum starfsmennina okkar gera þetta líka. Fylgjumst, skrifum á vegg skjalsins í staðinn fyrir að senda endalaust á tölvupósta, setjum follow á þau tök sem við viljum fylgjast með og svo framvegis og þá fáum við efnisorðaský, það er að birtast hérna og ég get síðan filterað þetta og sagt ég vil sjá öll skjöl, allt sem ég verið að merkja innan hús eða utan í straumnum mínum. Tíminn er búinn. Ég ætla að taka mynd og senda hana inn út á skýið eins og búið að tala svo mikið öryggi skýja og það er ekki að blanda þessu saman, þannig að ég ætla að sleppa því núna. En ég get sýnt okkur það fram á eftir ef þið viljið. Þannig ég þakka bara kærlega fyrir mig. Takk.